Jæja Sandra, komum tilbaka hérna, búin að grípa í markmannshanskana af hillunni, dusta rykki að þeim. Já. Hvernig líður þér eftir fyrsta leikinn, hvað, í 2 árið ekki? Jú, svona tæplega, já, herðu, mér líður náttúrulega bara vel. Þetta bara frábær 3 stig sem var bara planið og bara ógeðslega gaman. Hefur eitthvað fylgst með FH-liðinu núna í sumar? Viltu heiðarlega svar? Herðu, ekkert eitthvað að ráði, sko. Ég er mjög lítið búin að horfa en bara ógeðslega gott lið sem ég er að koma inn í, sko. Kannski finnst skrítið að segja frá þessu, þú ert náttúrulega með mikla reynslu en þú ert samt að stíga svona inn í risaspor sem að Aldís er nú að skilja eftir sig. Já, heldur betur og bara pressa að ég myndi bara halda standard. Hún er bara frábær markmaður og þetta er náttúrulega bara ótrúlega ömurlegt að hún skulle lenda í þessu en þetta fylgir víst þessum íþróttum stundum en já, það var bara pressa að ég myndi standa mig. Einmitt. Og nú er þetta náttúrulega rosalega flottu sigur á móti toppliðinu og þeir eru náttúrulega að halda, þetta liðið við skorað 4 mörk að meðaltal í leik og þeir ná að halda þessu flotta liði í bara 1 mark. Hvernig var uppleggið og hvernig fóru að þessu? Eins og segi, ég er náttúrulega bara stíg inn í þetta skipulag bara á síðustu stundu, sko. En þetta er bara baráttu hópur og vel skipulagðar og ég þurfti ekki að hafa greiðlega mikið fyrir þessu í dag en þær bara hlupu úr sér lungu og lifur, sko. Það var bara ógeðslega flott, sko. Svo tók eftir því í fyrra hálfleik þegar Breiðablik var að pressa rosa mikið. Fannst mér svona skína reynslan þín, þú svona róaði leikinn, passaði að væri ekkert of mikill hasar, var það ekki svona viljandi gert? Svona aðeins að halda boltanum og róta niður? Eitthvað sem maður bara gerir og les í aðstæður. Það var ekki eitthvað sem var eitthvað planið en ég held að þeir hafi svo sem alveg vita hvað þeir voru að gera þegar þeir hóið í mig og vissu alveg að þetta var eitthvað sem ég geti gert. Og var þetta erfitt að koma tilbaka? Ég meina, var þetta erfið ákvörðun þegar þú spilaði að koma tilbaka? Sko já og nei. Þetta er náttúrulega bara eftir fyrsta skipti sem maður er verið að reyna að fá mig til þess að aðstoða eða byrja aftur en mér fannst þetta bara, hvað ég segja, það var náttúrulega ákveðin pressa í því og þeir höfðu ekki mikið tíma. Ég bý inn í Hafnarfirði, ég vinn í Hafnarfirði, mér fannst bara eitthvað ótrúlega fallegt að geta stigið inn í þetta og hjálpa til og tala ekki út af því að ég er búin að vonandi skóla Aldís eitthvað til og æfa með henni og finn rosa mikið til með henni. Þannig langaði bara svona að standa með henni aðeins og reyna að gera eitthvað með henni. Einmitt. Heyrðu, bara glæsilegt til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir.